Þá þetta alltaf smella sínir. Við erum upptakan hafin og ég býð ykkur velkomin á rafrænan kynningafund stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Rjúpu og kynning af nýju fyrirkomulagi við veiðistjórnun. Nú, það rétt að geta þessu í upphafi að þetta vinnuferli sem búið að taka langan tíma. Og í miklu samráði hefur þetta verið unnið, fulltrúum Umhverfisstofnunar, Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins, Náttúrufræðistofnunar, Skotvís og fuglaverndar. Og við höfum notið liðsinnis í þessari vinnu prófessors Freds A. Johnson sem hefur aðstöðuð okkur að miklu leyti alveg frá því að þessi vinna hófst í fyrripartinu á árinu 2022. Þannig að við stöndum á nokkrum tímamótum núna þegar að við erum að kynna þessa afurð, stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Rjúpu. Það má geta þess að þetta fyrsta áætlun sem tegundar svona fyrir tegundir, en eflaust þekkið þið flest að stjórnunar- og verndaráætlanir hafa verið útbúnar fyrir friðlýst svæði vítt og breitt landið. En þetta fyrsta áætlun sinna tegundar, allt sem gerð fyrir tegundir sérstaklega og það var kannski ekki alveg tilviljun að hafa byrjað á Rjúpunni í þessu ferli, en svo meiningin og þegar raunverulega hafin vinna við drög að stjórnunar- og verndaráætlunum fyrir fleiri tegundir. Nú, eins og ég gat þá hafa fulltrúar frá þessum aðilum, Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun, Skotvís, fuglavernd og ráðuneytinu, tekið þátt í þessari mikilvægu vinnu og ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka öllum þessum aðilum fyrir sérstaklega árangursríkt og gott samstarf. Nú, tilhögun þessa fundar, við erum að byrja hérna núna klukkan 6 og við gerum ráð fyrir því að fundurinn geti staðið í kannski fastað klukkutíma. En það fer nú kannski eftir því hvort að við fáum mikið af viðbrögðum og spurningum sem að aðilar sem að eru á fundinum frá þessum hagsmunaaðilum og stofnunum sem ég var að nefna myndu þá svara. En það eru hérna á fundinum Sunna Björk Ragnarsdóttir frá Náttúrufræðistofnun og Ólafur Karl Níelsen frá Náttúrufræðistofnun. Frá Umhverfisstofnun sitja fundinn Fróði Guðmundur Jónsson, Bjarni Jónasson, Freyja Pétursdóttir, Steinar Rapp Baldursson og Bjarni Pálsson. Og við gerum ráð, hann var boðaður Snæþór Aðalsteinsson frá Fuglavernd, ég veit ekki hvort að hann tengdur fundinum, og svo frá Skotvís Áki Ármann Jónsson og Fred A. Johnson, prófessor, hann líka tengdur inn á fundin. En ég held að það sé þá ekkert að vanbúnaði, rétt að geta þess að það hægt að setja inn á spurningar, spurt og svarað, questions and answer, og ég hvet ykkur til að gera það, bæði meðan á erindunum stendur og eftir erindin, og við getum átt uppbyggilegt og gott samtal að þeim loknum. En þau ætla að ríða vaðið og vera með sínar kynningar á þessari vinnu og þessu fyrirkomulagi að nýrri veiðistjórnun, Freyja Pétursdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun og Bjarni Jónasson, teymistjóri í teymi lífríkis- og veiðistjórnunar hjá Umhverfisstofnun. Og ég held að Freyja ætla að byrja. Viltu ekki bara grípa boltan, Freyja? Jú, takk fyrir það, Skúli. Nú, mér langar bara að byrja á að fara yfir af hverju við fórum í að gera þessa stjórnunar- og verndaráætlun og hver eru markmiðin með henni. Eins og Skúli sagði, þá hóf Umhverfisstofnun þróunarverkefni fyrir nokkrum árum gerð á stjórnunar- og verndaráætlunum fyrir villt dýr og fugla og það var ákveðið að byrja fyrst á áætlun fyrir Rjúpnastofninn. En eins og mörg ykkar þekkja, þá hefur verið lengi þörf á að endurskoða fyrirkomulag veiðistjórnunar á Rjúpu og við höfum þurft lengi að við höfum eftir að marka þessa skýra stefnu veiði á stofninum.
Á haustin þá hefur oft farið mikill tími í vinnu við tillögu að veiðitímabili og það hefur ríkt óánægja á meðal fólks með hvenær veiðitímabili hefur verið tilkynnt og bara í rauninni fyrirkomulagið á veiðistjórninni. Og við vildum breyta þessu og eitt stærsta markmið með vinnunni við áætlunina var þess vegna að gera þetta árlega ferli veiðistjórnunar skilvirkara, skýrara og með meira gagnsæi. Og við vildum á sama tíma auka traust á milli fagaðila og hagsmunaaðila eins og til dæmis veiðimanna og við lögðum mikla áherslu á það í vinnunni. Nú, það var ljóst að við þurftum að fá að borðinu lykilaðila til þess að vinna saman ef við ætlum að ná góðum árangri í þessu verkefni. Og við höfum því samband við lögbundna hagsmunaaðila og við enduðum með þennan góða hóp sem þið sjáu hérna á glærunni. Þetta eru fulltrúar frá Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, Fuglavernd og Skotveiðifélagi Íslands. Og þetta er mynd úr fyrstu vinnustofunni sem við héldum í febrúar 2023 og ég mun koma svo aftur og segja ykkur frekar frá þessum vinnustofum á eftir. En þegar við hófum vinnuna við áætlunina þá kom í ljós að okkur vantaði ákveðna sérfræði kunnáttu í verkefnið. Og við leituðum þess vegna til þessa mann sem er hérna á myndinni. Þetta er hann Dr. Fred Johnson. Hann er bandarískur og hann er algjör reynslubolti í svokallaðri aðlögunarveiðistjórnun og stýringu á náttúruauðlindum. Hann hefur gert virkilega mikið á sínum ferli, meðal annars fjölmargar stjórnunar og verndaráætlanir, bæði fyrir fuglastofna og náttúruverndarsvæði erlendis og hann er þaulvanur í að leiða saman hagsmunaaðila sem hafa ólík sjónarmið, bara eins og í okkar verkefni með rjúpnaáætlunina. En svo er hann líka sérfræðingur í tölfræði og sérfræðingur í stofnlíkanagerð fyrir til dæmis fuglastofna. Þannig að eins og þið heyrið þá var mikill fengur að fá hann inn í vinnuna og við höfum lært mikið af honum. Hann kom tvisvar til okkar til Íslands í vinnustofur sem við héldum og svo áttum við mikil samskipti við hann bæði á Teams og bara í tölvupóstum. Og næst langar mig að segja ykkur frá þessum vinnustofum sem við héldum tvisvar árið 2023, fyrst í febrúar og svo í september. En í þessum vinnustofum þá byrjuðum við svolítið að hugsa hlutina alveg frá grunni bæði til að skapa sameiginlegt sjónarhorn á verkefnið framundan, fá fólk saman, byrja góða samvinnu og leggja línurnar. Og við fórum yfir ýmislegt. Við byrjuðum til dæmis á að fara yfir alla mögulega hagsmunaaðila, hvar ákvarðanir eru teknar í veiðistjórninni, hverjir hafa áhrif á þær. Við fórum yfir allt þetta veiðistjórnunarferli eins og það var þarna á þessum tíma. Við reyndum að greina hindranir sem voru framundan og tækifærið þetta líka og svo hvað möguleg breytingar þyrftum að gera. Og hérna sjáum þið eitt af fyrstu verkefnunum sem að hópurinn vann saman. En vinnuhópurinn skilgreindi í sameiningu hver gildi rjúpu eru fyrir mismunandi hópa samfélagsins. Það er að segja ekki bara gildi rjúpu sem veiðibráð, heldur líka önnur menningarleg gildi, til dæmis eins og útivist og tilvistargildi, vistfræðileg gildi eins og bara tilvist rjúpu í vistkerfum hennar hluti af náttúrunni og svo framvegis. Og þessi greining var í rauninni tilgangur hennar var að leggja grunn að næsta skrefi vinnunnar sem var að greina hver eru markmiðin með þessari stjórnunar- og verndaráætlun. Og bara til gamans þá sjáum við hérna mynd úr vinnustofum. Þetta var þegar þessi greining fór fram og þetta var allt mjög mikil handavinna og góð hópavinna en við fengum líka mikið af góðum upplýsingum út. Og þeir sjáuð þá skiptum við þessu upp í vistfræðileg gildi, menningarleg gildi og svo efnahagsleg gildi þannig á endanum. Nú markmið, hverju viljum við ná fram með stjórnunar- og verndaráætluninni? Hérna sjáum við markmiðin sem að greind voru og þau eru byggð á þessum gildum sem ég sýndi hérna undan. Við létum hópinn greina hvaða gildi þeim þótti mikilvægust og svo unnum við markmiðin út frá þeim. Og við vildum að markmiðin myndu viðhalda og heiðra þessi gildi sem var búið að greina á undan. Og markmiðin sem við endum með er að standa vörð menningararfleifð og undir því þá tækifæri til veiða og svo óbein nýting
og með óbeinni nýtingu átt við til dæmis tilvistargildi rjúpu, það bara að fólk vilji vita af henni í náttúrunni, geta séð hana í útivist, nýta hana án þess að nýta hana beint, skiljiði. Svo var það að standa vörð heilbrigði vistkerfa, við viljum sterkan stofn fálka og sterkan stofn rjúpu. Við vildum lækka kostnað, bæði í vöktun og rannsóknum og svo í stjórnsýslunni og svo vildum við auka traust á árlegri veiðistjórnun. Og hér sjáum þið ferli árlegrar veiðistjórnunar. Þetta eitt af því sem að hópurinn fór í gegn alveg frá grunni og þessi mynd sýnir í raun þetta ferli sem að verður núna unnið eftir árlega. Ferlið hefst bara neðst í bláa kassanum, það sem þið sjáið, þar eru við með hagsmunaaðila og fagaðila sem mynduðu samstarfshópinn og saman vann sá hópur grunn að árlega ferlinu og grunnurinn hérna í græna kassanum. Þar eru til dæmis gildin og markmiðin sem ég fór yfir hérna undan ásamt kenningum stoppbreytingar sem að Bjarni fer aðeins betur yfir á eftir. Og þetta sem í græna kassanum mun þjóna í raun sem svona ákveðnar leikreglur sem munu gilda til lengri tíma. Þetta eitthvað sem að hópurinn ákvað sameiginlega og það að vera með þennan fasta grunn sem að allir hafa samþykkt gera í rauninni þessa árlegu ákvörðunartöku lengd rjúpnatímabilsins skilvirkari og skýrari. Nú ef þið horfið hérna í græna hringinn, árlega fer fram vöktun á stofninum hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og þegar tölur úr vöktun eru tilbúnar þá leggur Náttúrufræðistofnunin fram stofnmat til umhverfisstofnunar hérna og þið sjáu hérna appelsínugula örin. Stofnmatið mun fara í ritrýni sem verður framkvæmt af þriðja aðila og það mun vera gert árlega og þetta bara einn af þessum þáttum sem til þess að auka traust enn frekar á ferlinu. Nú þegar umhverfisstofnunin komið með þetta ritrýnda stofnmat í hendurnar þá verður til tillaga að veiðitímabili ársins í rauninni og hún send hérna upp til ráðuneytisins en á sama tíma verður tillagan auglýst og öllum gefst kostur á að skoða tillöguna og gera athugasemdir og það verður þá einhver tímafrestur þess og svo verður loka ákvörðunin hérna hjá ráðuneytinu. Nú, först stjórntæki, þetta líka einn af stórum áfengum sem við náðum í hópnum. Þetta eru atriði sem munu ekki breytast á milli ára og við munum halda föstum og þetta eitthvað sem hópurinn vann saman. Þið sjáu hérna inn í kassanum að þá verður alltaf veiði 5 daga vikunar, við verðum alltaf með heila veiðidaga, veiðitímabilin munu alltaf hlaupa á 5 daga bilum, þannig að þá erum við að tala að það eru 5, 10, 15 og svo framvegis dagar í boði og veiðitímabilin mun alltaf byrja fyrsta föstudag á eða eftir 20. október. Og hver tilgangur með þessum föstu þáttum? Jú, það í raun bara til þess að draga verulega úr óvissu þáttum, bæði tengslum við gagnaöflun og líka bara fyrir þessi stofnlíkön sem hafa verið gerð. Þau eru miklu nákvæmari því færri breytur sem eru í þessum gögnum sem við erum með og það er auðveldara fyrir þessi stofnlíkön að geta sýnt hvaða áhrif veiði hefur á stofnstærð og það í rauninni eina breytan sem við höfum á milli ára í þessu fjöldi daga. Og Bjarni mun segja ykkur meira frá því á eftir, en við vitum að það hefur oft verið ágreiningur þessi atriði sem eru þarna inn í kassanum, við munum öll eftir hálfu dögunum og við teljum þess vegna virkilega stórt skref að það var náð samkomulagi hagaðila þessi atriði. Og nú ætla Bjarni að taka við og segja ykkur frá svæðisbundinni veiðistjórnun. Já, takk fyrir það Freyja, heyrist í mér. Já. Já, takk. Ég vil byrja á því að segja að það virðist vera í upphafi hafi verið eitthvað ólag á spurningunum, en það á að vera búið að laga það núna, þannig að það hægt að setja í Q&A, setja inn spurningar ef einhver með einhverjar slíkar. Takk fyrir þetta. Freyja var að fara yfir föstu stjórntækin sem við erum gríðarlega ánægð með að vera búin að ákvarða núna. En
það líka stórt skref að fara yfir í þessa svæðisbundnu veiðistjórnun og það í raun og hefur verið vitað að það ólík viðkoma og stofnbreytingar á milli landshluta, þeir sveiflast ekki alltaf í takt og það þýðir þá í rauninni bara að stofninn getur verið missterkur milli landshluta en með svæðisbundinni veiðistjórnun getum við frekar tryggt að veiða séu sjálfbærar og hugsanlega þá varið ákveðna landshluta sem eiga ekki við miklu veiðum eitt árið en það þýðir það kannski ekki að það sé ekki hægt að veiða í öðrum landshluta. Nú og þetta eru þá í rauninni, má sjá þetta fyrir sér sem 6 stofnlíkön sem eru að reikna út fjölda veiðidaga og meta stofninn í mismunandi landshlutum. Takk fyrir það, þið getur skipt. Nú, þessi stofnlíkön þetta eru talað samþætt stofnlíkön eða svokölluð IPM-líkön sem eiga að geta verið mjög nákvæm í útreikningum á stofnstærð og það matað inn í þessi líkön bara vöktunargögnum sem eru fyrir hendi og það eru gögn eins og karatalningarnar á vori og aldurshlutföll í stofninum. Gögn veiðitímabilana, það í rauninni fjöldi fugla sem voru veiddir og aldurshlutföll, aldursgreiningar úr afla, sóknadagar og fleira. En það einnig hægt að bæta inn í þessi líkön, þau eru mjög öflug og það hægt að setja inn veðurfarsgögn og fleira sem verið að skoða. Nú, annað líka að svona IPM-líkön vinna með markmiðunum, það sem sagt í rauninni tenging á milli þeirra markmiða sem við setjum okkur í upphafi vinnunar við líkönin þannig að þau taka tillit til þess við sína útreikninga að þau séu alltaf að hámarka líkurnar á því að við náum settum markmiðum með því að taka aldrei ákvarðanir eins og bara varðandi fjölda veiðidaga, allt of fáa og marga veiðidaga. Það eru 2 tilgátur í rauninni sem líkanið stanslaust eða sem það að skoða á meðan það að vinna og það ef þið sjáum myndina þarna til hægri, í þessu tilfelli erum við að skoða Suðurlandið, þá erum við með á lóðréttaásnum veiðiálag en á hinum ásnum erum við með fjölda veiðidaga og ef við skoðum fyrst brotnulínuna sem flatari þá það í rauninni sú tilgáta að fjöldi veiðidaga hafi ekki umtalsverð áhrif á veiðiálag, að þó við fjölgum veiðidögum þá muni veiðiálag ekki aukast. Þarna værum við í rauninni að lýsa þeirri tilgátu að megnið af rjúpnaveiðimönnum fari til rjúpna til að ná sér í jólamatinn, tiltölulega fáa fugla en láti svo þar við sitja og fari ekki að fara mjög mikið þó að veiðidögum fjölgi. Hin kenningin sú sem þarna brattari lína sem heil, það væri kenningin að alltaf ef við fjölgum veiðidögum þá verður alltaf veiðiálagið meira og sú lína myndi halda áfram að rísa. Þessar 2 tilgátur fá í rauninni ólíkt vægi inn í líkaninu. Það lítur út fyrir í dag að tilgátan að fjöldi veiðidaga hafi ekki umtalsverð áhrif á veiðiálag hún lýsir gögnunum betur og því fær sú tilgáta 75% vægi inn í líkaninu. En svo tökum við það fram að eftir því sem þessum punktum fjölgar, eftir því sem við fáum fleiri mælingar, fjölgum kannski veiðidögum á ákveðnum svæðum og verðum með 30 eða 35, hvernig sem það verður, að þá kemur með tímanum í ljós betur og betur hvor tilgátan réttari. Takk fyrir það. Og þarna aðeins með veiðistjórnun á markmið, kannski að byrja á því að hafa þá að reyna markmiðin sem Freyja talaði áðan. Það ekki beint veiðistjórnun á markmið, heldur eru það markmið með áætluninni. Markmið með stjórnunar- og verndaráætlun fyrir rjúpu að við viljum sterkan rjúpnastofn, við viljum fá góð tækifæri til veiða, við viljum passa upp á að fálkinn fái sitt og við viljum passa upp á vistkerfið og svo setjum við veiðistjórnunarmarkmið sem að hámarka líkurnar á því að við náum einhverju útkomi sem að sem næst öllum markmiðunum. Það að segja, ef við minnkum ekki líkurnar með því að veiða of mikið á því að ná einhverjum öðrum. Þannig að við erum svona að passa upp á það. Og ef þið sjáum myndina, þannig til hægri í þessu tilfelli erum við að horfa á Austurland og þar erum við með fjölda veiðidaga á lóðréttaásnum og stofnstærð á Austurlandi að vori á lágréttaásnum og þar sjáum við bláan punkt niðri sem í rauninni meðalstofnstærð að vori á Austurlandi frá 2005 til 2023. Og ef við værum einungis að hugsa það
að geta veitt eins mögulega mikið og hægt væri, þá værum við að horfa á bláu línuna lengst til vinstri með mörgum veiðidögum. Stofn upp á 10.000 fugla á vori myndi gefa okkur 40 veiðidaga. Að samanskapi myndi meðalstofnin upp á 17.000 fugla gefa okkur 45 veiðidaga. En svo erum við þarna með græna línu sem væri þá í rauninni mjög varfærin nálgun, þar sem að stofnin þarf að fara alveg upp í 15 til 17.000 fugla til að fá 20-25 veiðidaga. Og þetta kannski var það atriði í áætlunum sem tók hvað lengstan tíma að ná samkomulagum. Og það var enda með því að það var farin ákveðin málamiðlunarleið sem kallað NASS-lausn eða NASS-solution, sem í rauninni bara, svona, ef við segjum það einfalt, í rauninni bara að reikna einhvers konar millibilslausn á milli þessara tveggja lína, þessara bláu og grænu. Og ef við skoðum þá að lokum á þessari glæru að hvað þetta myndi þýða, þetta myndi þýða það að blái punkturinn, meðal stofnstærð á Austurlandi upp á 17.000 fugla, hefði að meðaltali gefið okkur 35 veiðidaga í þeim landshluta. En ef að vorstofn fellur niður í 10.000 fugla, þá getum við verið að horfa á 15 daga og svo framvegis. Og svona erum við með yfirliti yfir, við höfum náttúrulega ekki tíma til að fara yfir öll svæðin, en svona ef við tökum sem dæmi á Austurlandinu. Og markmið B svona bara í orðum þýðir það í rauninni að leitast við að svæðisbundnir stofnar fari ekki niður fyrir sögulegt lágmark árana 2005 til 2023. Og þarna sjáum við í rauninni graf hvernig stofnin hefur þróast í þessum landshluta frá 2005 og við erum með neðri línan svo bláa, það stofn á vori og svo uppreiknaður stofn á hausti. Og þó við segjum að stofnar fari ekki niður fyrir lágmarksstærð að það sé markmiðið, þá eins og við sjáum á eftir mun það í flestum landslutum hafa jákvæð áhrif á stofnstærð innan landsluta. Takk fyrir það. Nú aðeins varfærni sjónarmið. Við ítrekum það að líkanið grípur inn í og stillir af fjölda daga. Þetta gæti verið meðal annars ef í ljósi einhvers viðkomubrest eða bara slags ástands á stofninum almennt, að þá ítrekum við það að líkan eins og við erum að nota í dag, það fækkar veiðidögum eða fjölgar. Það gengur náttúrulega sjálfsögðu í báðar áttir, þannig að líkanið á hverju ári skoðar vandlega hversu marga veiðidaga hægt að leyfa. Stundum í svona áætlunum talað neyðarhemil. Það eitthvað sem ekki búið að útfæra en ekki endanlega, en það mun að sjálfsögðu verða þannig í ljósi einhvers algjörs viðkomubress ef eitthvað bjátar á, að þá verði endurskoðun á veiðiráðgjöfinni. Og svo aftur það sem ég talaði áðan, að það hægt að nýta veðurfarsgögn inn í svona líkan og það þekkja það sjálfsagt flesti sem eru að fylgjast með þessu að mikil úrkoma og kuldatíð og vindur í júli getur haft slæmar afleiðingar á ungana. Og núna verið að mata veðurfarsgögnum inn í þetta líkan og skoða fylgnina á milli þessara veðuratburða og hvernig ungunum reiðir af í júli. Og verður mjög spennandi að sjá hvernig það kemur út. En annars það þannig að þegar vortalningarnar liggja fyrir tæknilega séð hægt að koma með drög af veiðitímabili. Í ár stefnum við að því 15. júlí að senda tillögur af veiðitímabili inn í ráðuneyti og vonast til á næsta ári muni það jafnvel vera hægt ennþá fyrr. En við erum svona náttúrulega bara alltaf enn að læra og þróa þessa ferla alla. Takk fyrir það. Hérna aðeins meira veltaði fyrir okkur, þetta bara svona til átt okkur aðeins á því hvað við erum að tala varðandi stærðir og hvað þetta veiðistjórnunarmarkmið þýðir og hvað afleiðingar það muni hafa fyrir okkur eða hefði haft. Ef við horfum á dálkinn lengst til vinstri og það við erum með mismunandi landshluta, það ágætt að við bara horfum á Austurlandið áfram, við erum búin að vera að tala mest það, að þar stofn að meðaltali 17.2 þúsund fuglar á vori. Áætluð stofnstærð síðustu ára, ef við hefðum verið að nota þessa aðferðafræði, væri 17.000 fuglar. Þannig að
ef við hefðum verið að nýta þessa aðferðafræði frá 2005 hefði stofninn að öllu líkindum verið mjög svipaður á Austurlandi og við höfum verið að sjá hann. Nú á árunum 2005 til 2023 hafa að meðaltali verið 18 veiðidagar í öllum landshlutum út af við höfum haft landið sem eitt veiðisvæði en ætlum nú að breyta því. Og þá sjáum við í sem sagt áætlaðan meðalfjölda veiðidaga í mismunandi landshlutum á þessum árabili ef við hefðum verið að nota þessa aðferðafræði sem þýðir það í rauninni að við hefðum verið að meðaltala að sjá 35 daga á Austurlandi, 20 á Norðausturlandi, 15 á Norðvesturlandi sem smá fækkun. Suðurlandi sker sig svolítið úr og það virðist vera mjög viðkvæmt og þurfum að huga vel að því. Þannig að þar öllu líkindum að fara að horfa fram á fækkun veiðidaga en smá aukningu á Vesturlandi og Vestfjörðum. Og svo áhrif sem þetta mun hafa á áætlaða stofnstærð innan þessara landshluta að svona í sumum tilfellum mun stofninn stækka töluvert við þetta eins og á Norðausturlandi og Norðvesturlandi smá aukning. Hann mun verða sterkar á Suðurlandi þó að hann mun ekki þola mikið meiri veiðar. Vesturlandi svona nokkuð svipaður og eins á Vestfjörðum. Takk fyrir það. Þá það síðasta hérna bara svona ganni hvernig árið í fyrra hefði litið út af það var nú gott rjúpna ár í fyrra og þá hefði stofnstærðin á Austurlandi var 23.000 fuglar á vori miðað við 17.000 meðaltali og þá hefði við geta haft 40 veiðidaga, 20 á Norðausturlandi, 15 á Norðvesturlandi, 10 á Suðurlandinu og Vesturland 30 og Vestfirðir 35. Þá held ég að við séum svona aðeins komið með smjörþefinn að því hvernig þetta muni líta út og þökkum bara, þá hefur bara formlegri kynningu lokið allavega. Bara gefa Skúla orðið aftur, hvernig? Já, takk fyrir þetta Bjarni og Freyja. Þetta var virkilega skýrt og greina gott hjá ykkur að banda. Takk kærlega. Við erum aðeins það er eitthvað svona vísandi upplýsingar sem að ég að fá hérna hvort að hægt sé að setja inn spurningar. Það eru einhverjir í vandræðum en aðrir, já, af okkur sem að erum að boða til þessa fundar og þessa samtals. Sumir virðast eigi erfiðleikum með að setja inn spurningar en aðrir ekki. Það er svona spurning hvort ég myndi biðja einhvern úr hópi áheyrenda að setja inn spurningu, hvort þetta sé að virka hjá okkur. Og ég finnst mjög mikilvægt að við náum þessu í gegn. Já, það það. Ég vil nú kannski byrja á því að taka það fram fyrir þá sem var að hlusta bara að Microsoft var að breyta, þetta ekki sama viðmót og við höfum haft á þessum opnu viðburðum, þetta hefur nú gengið alltaf mjög vel að taka á móti spurningum en það einhverjar breytingar, þannig að ég veit ekki hvort það sé það sem að að trufla. Mér sýnist spurning, hver á leiðinni? Já, hér komin ein spurning, og ef ég bara lesa hann upp, hvaða rannsóknir sýna að kuldi í júlí hafi áhrif á afföll unga? Er það örugglega kuldinn eða það mögulega eitthvað annað sem hefur áhrif á afföll unga í júlí, til dæmis tófa? Hvað það sem sannar að ungar drepist í júlíkulda? Ég held að Ólafur kannski getur svarað þessu betur en við þó við getum ef hann tiltækur Já, einmitt. Jú, við erum með langar gagnaraðir fyrir Norðausturland. Þið heyrið í mér ekki satt? Jú, mjög vel. Við erum með langar gagnaraðir fyrir Norðausturland sem að sýna viðkomu rjúpunnar. Þetta eru mælingar sem við gerum í endaðan júlí, byrjun ágúst og við höfum gert þetta í meira en 40 ár
Ef við skoðum tengsl viðkomu rjúpunnar við veðurfarsþætti og þá horfum við til upplýsingar sem við fáum frá Veðurstofu Íslands, frá veðurstöðvum inn á rannsóknarsvæðinu, þá fáum við greinilegt tölfræðilegt samband á milli úrkomumagns í júní og júlí og hitastig spilar þarna líka inn í og vindafar. Sem sagt, þau ár sem að það er mikil úrkomu ákefð í júní, júlí, samfara hvassviðri og lágu hitastigi, sem þá gengur rjúpunni mjög illa að koma upp ungum. Það er þetta sem að bendir til þess að sterklega þessi samband á milli viðkomu rjúpunnar og veðurfars í júní og júlí. Takk. Takk fyrir þetta, Ólafur. Kærar þakkir, ég vona að þetta hafi svarað spurningunni. Hér er hönd á lofti hjá einum af okkar samstarfsaðilum, Áki Ármann, gjörðu svo vel. Já, ég hef nú bara bergmála hérna spurningar sem mér hafa borist. Þetta er borist bréf. Já, endilega. Á meðan að kerfið er að koma sér í lag eða hvort það sé í lagi eða ekki. Menn hafa spurt ítrekað það hvenær verða veiðistjórnartillögurnar tilbúnar. Er það júní, júlí, ágúst, september eða 19. október, daginn fyrir rjúpu. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum að ítreka sem svar, hvenær það ætti að vera tilbúið sirka. Og hin spurningi sem ég fengið er að náttúrulega rjúpan er með vængi á það til að fljúga og er eitthvað vitað ferðir á milli landshluta. Mun það breyta einhverju í sambandi við þessar veiðistjórnartillögur frá því að rjúpan er talin á vorin og þangað til að veiðitíminn byrjar á haustin. Takk fyrir þetta, Áki. Á ég að byrja á þessari varandi útgáfu veiðitímabili og gefa svo boltan á Ólaf bara, eða ekki? Jú, það hljóma vel. Já, það, eins og ég sagði í kynningun áðan, þá erum við að stefna því núna að senda okkar tillögur að veiðitímabili inn í ráðuneyti 15. júlí. Það er við búumst við því að það ætti að vera hægt fyrr á næsta ári, en það er bara aðeins bara tengslum við Fálka og Rjúpnafelt og í ár og fleira og við erum bara aðlega þessa nýju ferla alla, þannig að það var ekki hægt núna, en þannig að það verður 15. júlí í ár og vonandi fyrr á næsta ári. Og svo kannski þá bara ef að Ólafur myndi bregðast aðeins við þessu með farrjúpna milli landshluta. Ólafur hérna, jú, það er rétt athugun hjá Áka, rjúpan hefur vængi og hún er á það til allavega að fljúga stundum og langa leiðir. Við höfum merkt þó nokkuð af rjúpum gegnum tíðina og að merkja eina 10.000 rjúpur á Íslandi. Og niðurstöðu þeirra merkinga í stuttu máli er eitthvað á þá leið að það eru helst rjúpur af Norðausturlandi sem að ferðast einhverja verulega vegalengdir og þá landshluta á milli. Og þessar þingeyrsku rjúpur, þær sækja einkum yfir á Austfirði og síðan yfir á Suðurland eða hálendisbrúnina sunnanverða. Annað atriði kannski sem að tengist fyrri spurningunni kannski rétt að benda á það að uppistaðan í veiðinni ár hvert eru ungfuglar frá sumrinu og við metum viðkomu ársins seint í júlí og það verður gert núna í sumar og einstaka ár þá verður viðkomubrestur ef að tíð er afbrigðileg og það er svona og ef það er viðkomubrestur þá hefur það verulega áhrif á stofnstærðarhlusti sem að vortalningarnar og allt það lýsir ekki. Þannig að svona, það hefur vaknað spurning hjá mér og fleirum hvernig á þá að bregðast við ef að unga talningar í júlí sína viðkomubrest. Og eins og ástandið er núna hérna á norðausturhorninu,
vetur gekk í garð aftur fyrir sirka vikur síðan og allt land hérna í Þingeyjarsýslum yfir 150-200 metrum í dag allsnjóað. Þetta bara eins og vetur þar uppi. Og ég ger fastlega ráð fyrir því að varp rjúpunnar í landinu sem liggur hærra hafi meira og minna misfarist algjörlega. Það eru svona hugleiðingar sem að vakna í sambandi við það hvenær við erum komin með nægileg gögn til að geta sagt fyrir veiðitímann. Mér finnst það svolítið bráðuræði að við getum sagt þetta strax miðjan júlí. Ef að síðan unga talningar 2 vikum síðar sýna að það voru viðkominn brestur og uppistaðan í hauststofninum að hún sé ekki lengur til staðar. Takk. Takk fyrir þetta, Ólafur. Já, við lítum svo á eins og ég sagði í einni glærun áðan að það sem við vorum að tala þessi varúðarsjónarmið og neyðarheimilin góða, að þetta eitthvað sem við bara erum að skoða ennþá og höfum svona ekki alveg bara í þessu stjórnsýslulega ferli og annað hvernig við útfærum þetta, en ég held að það sé allir sammála það í ljósi einhverja mjög sérstakra atburða myndi það væntanlega eitthvað vera einhver algjör viðkomubrestur hlýtur við að taka eitthvað tillit til þess og skoða það, þannig að ég myndi líta á þessa dagsetningu 15. júlí sem svona okkar drög og tillögu að veiðitímabili sem svona miðað við bara þá spá sem að líkanið hefði gert ráð fyrir í venjulegu ári að viðkoma væri. En við þurfum bara sammála, við þurfum bara að skoða þetta betur. Kærar þakkir fyrir þetta. Það eru nú komnar hérna inn. Já, hérna spurning frá aðila sem mista byrjun fundarins hefur komið fram hver verður fyrsti dagur í rjúpu í ár. Hann segist hafa heyrt nefnt bæði 18. og 25. október. Þetta kom fram að þetta verður, viltu greina frá því, Bjarni, eða Freyja? Eins. Já, sem sagt, veiðin mun alltaf byrja á fyrsta föstudegi á eða eftir 20. október og í ár 20. október sunnudagur, þannig að það verður þá 25. október. Er ég ekki að fara með þetta rétt, Bjarni? Jú. Það 25. í ár. Já. Þá þessu svarað. Takk fyrir. Ég kannski gríp bara næstu spurning bara þarna sem beint fyrir neðan. Bara, já. Maður snöggur að svara henni. Einhver spyr einhvers staðar aðgengi að þessum glærum, fullt upplýsingum sem gaman var að skoða. Já, ég held að ég sé að deila glærunum ennþá, en inn á ust.is/rjúpa þar munum við setja inn bæði upptöku af þessum fundi og glærurnar líka, og svo komin líka heilmikill texti sem kom í síðustu viku, heilmikið upplýsingum segi ég, sem hægt að skoða. Takk fyrir, Freyja. Takk. Ég nú að reyna að þræða mig hérna í gegnum þetta, það Hér spurning Reykjanesið, hvert planið með Reykjanesið, áhöld að opna það eitthvað? Það myndi klárlega hlífa Suðurlandinu. Já, á ég að svara þessu, Freyja? Já, það sem sagt, staðan á því núna eins og það verður skrifað inn í áætlunin að sem sagt, áætlunin gefin út miðað við að það sé lokað, en Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands hefur verið falið það hlutverk eða verður falið það hlutverk á ráðuneytinu að skoða vel þá þætti sem þarf að skoða áður en að það opnað, og við getum í grófum dráttum skipt í niður í tvennt. Það annars vegar það mun hafa örlítil áhrif á stofnlíkanið, það mun væntanlega gæti haft áhrif á fjölda veiðidaga á Vesturlandi í staðinn, þannig að það þarf smá bara uppfærslu á stofnlíkununum, þannig að
En hitt atriði snýr meira bara að breytingu á landnotkun og einhverju samtali við sveitafélög og aðra hagsmunaaðila og ferðaþjónustu og þannig að já, svarið bara að það verður ekki á komandi tímabili en þessum stofnunum hefur verið falið að skoða það vel og með það fyrir augum að það verði opnað. Takk fyrir þetta, Bjarni. Ég vona að þetta svari spurningunni. Hér spurning frá þáttakanda ef ég sá og skil rétt, af hverju ekki áætlaður sami fjöldi veiðidaga milli svæða sem hafa sömu stofnstærð eins og munurinn á Norðvesturlandi og Vesturlandi þar sem Vesturland hefur lægri stofnstærð en fleiri veiðidaga en Norðvesturlandi. Ef að Ólafur, myndið þú vilja fara í þetta eða við erum líka nú með Fred á hver væri best til þess fallin að útskýra þetta? Myndi þetta snúa, var þetta mest þá tengt varðandi veiðiálagið í þessum ólíkt veiðiálag milli landshluta? Ólafur, þetta helgast á útreikningu líkan. Eins og veiðiálagi og slíku, en það best að beina þessari spurningu til Fred. Ok, við gerum okkar besta þá í að þýða fyrir Fred og þýða svo aftur yfir bara. Fred, are you there? Yes, I am. Oh, thank you for being with us. So, we have a question here regarding the difference between number of hunting days between regions. So, why we don't have the same number of hunting days for regions like he's thinking about the difference between the population size in the Northwest and the West. Since Yes. the West has lower population size, but still more hunting days than the Northwest. It's because the number of days depends not only on the size of the population, but the average number of hunters that go there, how many days they spend afield, and also the relationship between season length and harvest rate for that particular region. So you can't just look at the population size. You have to take into account those other factors as well. So that's why you might have a longer season in a region even with a population that's smaller. It's because the hunting pressure is less. Thank you, Fred. Já, þetta þá í rauninu bara það sem vorum að tala um. Þetta snýr að veiðiálagi og í rauninu fjölda veiðimanna og sókn á þessum stöðum. Það megin skýringin. Ég reyna að potast í gegnum þetta með innkomna spurningar en ég sé að Ágeir með höndin á lofti. Ági, gjörðu svo vel. Já, kannski bara að ítreka það, sambandi þetta og svar Fred að þetta veiðistjórnarkerfi byggir mjög mikið á gögnum úr veiðikortkerfinu. Því sem að við höfum hjá Skotvís haldið fram að fjöldi leyfilegra veiðidaga hefur ekki afgerandi áhrif á fjölda villtra dýra. Og þetta samspil á milli mjög mikilvægt og mjög gott. Og síðan ég með aðra reyndar spurningu með Reykjanesið. Þið sögðu að þeir að tala við sveitafélögin. Ég næ ekki alveg hvað aðkoma sveitafélögin ætti að hafa ef við ákveðum að opna svæði. Þau höfðu ekki aðkoma að þessu þegar svæðinu var lokað. Þannig að hvað aðkoma hafa sveitafélögin að opna á Reykjanesinu? Við teljum það bara svona bara í ljósi breyttra landnotkunar og umferðar þessi svæði, eldgos og fjölda ferðamann og annað, þá sé það kannski bara
þurfum allavega að undirbúa þá aðila sem eru landeigendur á svæðinu að þessu og ná einhverju samtali varðandi það. Við teljum það bara ekki alveg svo einfalt að það séu hægt að gera það 1, 2 og 3 og það er ekki bara okkar sjónarmið hér á stofnuninu heldur það til ráðuneytið að við þurfum að það væri æskilegt að fara aðeins í slíka vinnu fyrst. Takk fyrir Bjarni. Ég er bara algjörlega ósammála. Já. Bara... Ekki spurði að því að landeigendur þegar við erum búin að fjölga ferðamönnum 10-falt á nokkrum árum. Útivist, ég tel að útivist okkar skotiðmanna sé ekkert mismunandi heldur en útivist annarra hópa eða ferðamanna. Þannig að ég bara hafna þessum rökum. Já, bara við erum bara bjartsýnum að við finnum einhverja góða lausn á þessu og hefur verið falið þetta verkefni að leysa það og við munum bara einhenda okkur í það. Ég sé að það er komin inn önnur spurning. Býttu við, ég er nú að reyna að þrælast í gegnum þetta. Viltu lesa hann upp, Freyja? Já, það er einhver sem spyr hvers vegna er verið að taka tillit til veiðimanna við ákvarðanir varða fuglastofn sem hefur verið í útrýmingarhættu áratuga skeið. Já, þetta er bara góð spurning. Ég held að þetta er nú kannski svolítið mikla fullyrðingar í þessari spurningu. Ég held að við getum bara einfaldlega svarað henni með því að þegar svona vinna er unnin þá náttúrulega þarf bara að taka tillit til allra hagsmuna aðila í því máli, leiða þá saman og ná þokkalegri lausn sem að allir geta verið sáttir við, hvort sem það séu veiðimenn eða þeir sem vilja bara njóta rjúpunar á annan hátt. Einmitt, það er bara það að leyfa öllum hagsmunaaðilum að koma að vinnunni og hafa skoðun. Það er mikilvægt, takk fyrir þetta. Ágeir enn með hönd á lofti? Nei, býtum við. Jú, þarna er hann. Gjörðu svo vel. Það var þessa spurningu, það er bara, rjúpan er ekki stofn í útrýmingarhættu. Ekki að völdu veiði. Það voru reiknað út muni hverfa landinu eftir 50 ár út af loftslagsbreytingum og slíku. En veiðin mun ekki gera það. Jæja, gott fólk. Já. Við vonum að allir hafi fundið komið inn einhverju spurningum. Þetta er nú hálf en við náttúrulega ítrekum bara þessa upplýsingasíðu á heimasíðu Umhverfisstofnunar og þar verðum við líka með algengar spurningar sem við munum svara og glærurnar verða birtar og þessi fundur. Og kannski bendi líka á að inn á þessari síðu ust.is/rjúpa, þar eru netföngin hjá mér og Bjarna og fólki er velkomið að hafa samband hvenær sem við okkur ef við erum með einhverjar spurningar. Kæra þakki fyrir þetta. Það er ekki fleiri spurningar, ég er ekki að sjá fleiri og það eru það bil 70 þáttakendur sem eru akkurat núna undir lokfundarins sem eru virkir. Og ég vil þakka þeim öllum fyrir að taka þátt í þessu með okkur og hlýða á og kynna sér þetta mikilvæga frumkvöðla verkefni sem verið að kynna hér. Og eins og Freyja og Bjarni sögðu, gögn og upplýsingar, glærurnar að finna inn á heimasíðu Umhverfisstofnunar og ég hvet ykkur til þess að skoða þetta ítarlega. Netföngin þeirra eins og Freyja nefndi, þau eru þarna. Og að því að ég hef svo litlar áhyggjur af því að einhverjir hafa kannski lent í því að hafa ekki getað komið inn sínum spurningum, að beina þá bara spurningum á Bjarna og á Freyju og við munum reyna að svara eftir bestu getu og þá í samráði við okkar góðu samstarfsaðila sem hafa tekið þátt í þessari vinnu með okkur.
Nú að þessu sögðu þá sé ég ekki ástæðu til þess að hafa þetta öllu lengra. Ég að fá hérna ábendingu í gegnum tjattið að þetta komið, áætlunin hvað stendur hérna? Já, að áætlunin í heild sinni komin inn á mun koma inn á heimasíðuna mjög fljótlega, sennilega í lok þessara viku. Þannig að vinnan í gangi, við erum að ná utan um þetta og að skila þessu á okkur með þeim hætti sem við viljum. Nokkrir lausir endar sem að hafa verið kynntir, en í grunninn erum við að ljúka þessu mikilvæga verkefni að koma þessari áætlun frá okkur. Enn og aftur kærar þakkir til samstarfsaðila í þessari vinnu, fyrir ykkar þátttöku og ykkar mikilvægu aðkomu og nauðsynlegu, og ég vil líka þá í lokin bara leið og ég segi þessum fundi slitið að þakka þeim sem á hlýddu og ég vona að þið eigið bara gott kvöld, en hikið ekki við að hafa samband við okkur í Umhverfisstofnun ef að frekari spurningar vakna og þið viljið fá meiri fróðleik í þessu sambandi. En kæra þakki fyrir fundin og ykkar þátttöku. Verið bless. Takk. Takk.